4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan mánudaginn og já, Auðun Blöndal heiti ég og ennú ekki merkilegu pappír miðað við mannin sem situr hérna beint á móti mér því að hann sjónvarpsmaður ársins og heitir Björn Bragi, vertu velkominn. Takk Auðun. Hvað segir sjónvarpsmaður ársins? Eru bara rosa gott. Ég ætla að kalla það í allan dag. Er það? Ég ætla aldrei að segja Bjössi. Ok. Ég ætla bara að segja, þú veist, sjónvarpsmaður ársins, hvað ég að fara í núna og eitthvað, ég ætla að vinna mikið með það. Ertu að gera grín á mér? Nei, alls ekki. Ég stoltur af þér og ánægður með þér. Takk. Og vona ég að hlustendur séu það líka. Ég ætla líka sko að vinna svolítið með þetta. Ég ætla að pína það svolítið eftir. Já, þú varst búin að hóta því. Já, við ringjum hér á eftir í fyrirtæki og þar sem að þú þarfst að kynna þig alltaf sem sjónvarpsmaður ársins. Björn bara, þannig að við leikum okkur aðeins með þetta. Það ert svo klikkaður. En öllu kannist lefti til hamingju. Takk fyrir það. Var þetta ekki hressandi? Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Já, ótrúlega gaman. Hvernig var, ég misti af vettunni, ég var að vinna sjálfur. Já. Hvernig var hátíðin? Var þetta skemmtilegt? Já, mjög skemmtileg hátíð og bara, ég hef aldrei farið á vettun áður. Nei, var þetta fyrsta sinni eða? Brumurinn fyrir mig, heyrðu það er eitthvað gett fínt. Já, það er að því það er svo hátt í held ég headphone-in, þú eru að lækki en þarna. Já. Þú ert kannski sjónvarpsmaður ársins en þú ert ekki útvarpsmaður ársins greinlega. Nei, ég er allavega ekki tæknumæður. Nei, en já, þannig að þú hefur haft gaman að vera þarna í fyrsta sinn. Býtu nú, ég lækka þetta hérna þess. Er þetta ekki skára? Já, ég heyr allavega ekkert feedback núna. Nei, ok, heyrðu, jú, þetta var mjög skemmtilega hátíð og Og ekkert bara því þú vannst. Nei, Logi var skemmtilegur og bara gaman að vera þarna með öllu þessu fólki. Já, ég sá eitthvað inn á vísi.is aðan, Steindi Junior í Sleik. Já, nákvæmlega, ekki hrekja hann eitthvað. Hressandi, ég ætla að reyna að syngja í hann eftir. Já. Og hvað var það? Sko, þau voru slummir í bara. Hann og Saga Garðars voru að veita 3 verðlaun fyrir klippingu og gerfi og eitthvað eitt viðbót. En ennþá feedbackið. Já, ég veit það. Við skulum hendur sem headphone-um hérna. Já. Hún til aðeins svona. Já, og þau sem sagt þau veittu 3 verðlaun og svo veittu fyrstu verðlaun og manneskjan var að halda ræðu og fór út af og meðan voru þau svona alltaf að verða, þau voru svona fyrir aftan alltaf að vera grófar og enduðu í einhverjum sleik og massa keileri og okay. Þetta var mjög fyndið sko en það fór fyrir brjóstu og sumum. Já. Þetta var umdeilt. Þetta var umdeilt. Það verður alltaf að vera eitthvað umdeilt. Það er nótt þannig meðan Steinda við nokkar. Já, hann er umdeilt. Hann getur verið umdeildur, svo varst þú sjónvarpsmaður ársins, hvað voru svona fleiri? Var ekki Djúpið að sópa sér velunum? Djúpið vann hann einhver og Baltasar var leikstjóri og Ólafur Darri var leikari. Já, hann svona bara basic. Við Vera Sölvadóttir veittum velun fyrir aukaleik og það voru þau bæði úr svörtum og leik, Djúmanu Jónger og Marja Betta. Það ættu það fyllilega skilið. Pressa vann eitthvað. Glæsilegt. Það var skemmtilegt. En ég sá ræðuna þinn aðan. Það var bara mamma og pappi, ég elska ykkur og þú ætti bara eftir að fara að gráta. Já, bara hágrátandi bara. Takk fyrir að fæði þetta skrimsli. En Nei, herri, var þetta ekki alltaf læg? Já, þetta var fínasta ræða þér. Þetta, maður ætla, maður í smá geðsræningu, sko. Já, sjálfsög, ekki það, ég þekki þetta ekki. Ég hef aldrei unnið. Jó, ég reyndi að unni mettu fyrir myndband ársins, Crazy Bastard einu sinni. Já, var þá veitt fyrir tónlistamyndband. Það er ekki lengur. Nei, það er hætt núna. Nú er það bara tónlistaverðlaunum. Já, en ég meina, það er þetta. Já, það voru svona eina þetta, en þú veist, ég er ekki með þá Eddu heima hjá mér. Sam og Bjarki eru með hana. Já, þannig veist, ég á ekki mín eigin Eddu. Sveppi var sjónvarpsmaður ársins einu sinni. Pálmi tók líka mína Eddu. Já, tók hann bara heim. Hann þúst ekki byrjun heldur. Við ætlum að, farið við Víðamöll í dag. Ég eins og ég sagði án, þeir illa með Bjössa hér á eftir. Við erum með netmist, notkunnum sínum stað, sturla staðrendir. Fáum góða gesti og ég veit ekki hvað og hvað, bara fínasti mánudagur framundan. Við erum líka ferskir. Já, helferskir, það er ekki að sjá að menna verið að skemmta sér á laugardaginn. En þú lítur nú að fagna Eddunni, eða ekki? Jú, það var eitthvað fagnast. Eitthvað langt fram eftir, eða? Nei, ekki langt fram eftir, ég var bara svo exhausted. Já, bara búin á því. Fekk mér smá drikk með góðum félögum í góðra vinahoppi. Við reyndar vorum að skemmta líka með Ísland í Þjóðleikhússkjallarinn, vorum með 2 sýningar. Ok, þannig að varst að skemmta og búin að fá þér smá pappakók, eða? Fekk mér smá pappakók, skemmti smá. Gekk það alveg? Já, alltaf. Já, mér nefnir sjónvarpsmaður ársins í Vestafalli. Nafni minn í Örundur hefur gert þetta nokkru sinnum og ég leiði mér að prófa þetta líka. Já, þetta er svona, þetta fylgir nafninu. Já, það fylgir nafninu. En byrjum hér á One Republic, hér er eitt gammalt og gott sem heitir All the Right Moves. Áður fyrir mig slúðrið og ég er með gott slúður í dag. Já. Þetta er One Republic, lagið heitir All the Right Moves. Þetta er svo skemmtilega til að ég hef séð þessar hljómsveit á sviði. Já, og hvernig voru þeir? Þeir voru bara góðir. Ég fór á U2 í München, Oktoberfest. Já. Það var samt fyndið sko, þeir voru alveg flottir. Já. En þeir fengi að nota svona 20% af rafmagninu sem að U2 notaði svo. Já. Það var alveg greinilegt að þeir átti ekki að vera neitt meir en uppbytunarband fyrir U2. Þetta er ekki Bono svolítið þannig?
Já, og svo bara, sko, þú heyrðir náttúrulega alveg vel í söngurunum, þetta var ekki eins og verið stættur á einhverju sveitaballi, en munurinn þegar Bono byrjaði að syngja og allt fór í gang, það var bara, þetta var svart og hvítt. Samt þessi söngvari hefi góður, sko, þessi Ryan Tedder. Mér finnst þetta fín lög, sko. Já. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég ætla að byrja á slúðri sem vakti athygli mína og það er af þeim Jay-Z og Beyoncé Knowles. En þau eru að spæja að kaupa Neverland Ranch sem að var einu sinni í eigu Michael Jackson. Búgarðinn Neverland. Sæll. Þau eru búin að vera að skoða núna upp á síðkastið og fóru bara hvað síðast með helgina held ég að skoða og já, þetta er þessi búgarður stattur í Kaliforníu. Ég væri virkilega til að mér finnst sko að Neverland ætti að verða svona eins og Graceland. Elvis. Ég myndi elska ef ég myndi fljúa til Hvernig er Graceland? Er það svona Elvis Museum eitthvað? Já, bara, þú veist, þú borgaði bara inn og farið að skoða hvar hann bjó og svefnherbergið og allt, þú veist, það er búið að breyta sem minnst þar, sko. Skoða ískápinn og pillurnar sem hafa verið í þetta og eitthvað svona. Já, ég held með þess að þú borgar rétt verð að fara að smakka inn að pillu, þetta er ógeðslega skemmtilegt. En hérna, ég myndi elska að fá að sjá Neverland. Sem að Michael Jackson bara bjó öll þessi ár og hann var með dýragarðarna og tífólí og eitthvað, sko. Hann var stórt barn. Já, hann átti mjög erfitt með að elda, hann vildi ekkert eldast, hann var svona eins og Peter Pan. Já, nákvæmlega. Og með þess að var ég með sturla staðrindum daginn að hann reyndi tvisa sinum að kaupa Marvel Comics og var næstíð búinn að ná að kaupa það fyrirtæki því að hún langaði svo að leika Spiderman. Hvað, það er skrítið. Michael Jackson sem Spiderman. Það er creepy Spiderman. I love you. Herru, svo er það, já, ég vona að Jay-Z og Beyoncé kaupi það, fyrst það á ekki að breyta þessu. Það er umöðulegt einhver lögfræðingur myndi búa þarna, eitthvað svona kjaftaði. Já, þeir eru ógeðslegir. Nei, en þú veist, þá er ég að tala bara þau, eru það allavega, þú veist, í showbiz og eru töff og eitthvað. Já, þá fáum við fréttir af Neverland. Já, nákvæmlega, en please, ef það er eitthvað að hlusta það núti, breytið þessu í svona Graceland. Svo er það Forrest Whitaker, hann var sakaður þjófnað í búð núna daginn í New York, en það var ekki hringt á lögregluna og vinur Forrest Whitaker meina hann hafi aðeins verið sakaður þetta sökum litarhats og hann var ekki búinn að stela neinu en leyfði búðareigandanum þarna í New York, þetta var bara eitthvað svona deli, veist, bara svona sjoppa þannig sé, að leita á sér því að hann var alveg pottþéttur og hann væri búinn að ræna ykkur. Bara Forrest Whitaker. Já, hann bara vissi ekkert hver Forrest Whitaker var. Nei, alls ekki. Og bara með einhverja fordóma og vissi ekki að þetta væri maður sem hafði unnið Óskarsverðlaun og væri frægur leikari en hann var náttúrulega ekki búinn að ræna neinu og leiði honum að leita á sér og fór svo. Til hamingju þessi deli eigandi. Já, þetta er góða skítu þar. Viðbjóður. Svo er það í lokinn en það er hún Mary J. Blige og hún er nánast gjaldþrotagreið. Hún skuldar yfir 3 milljónir í skatta og annað og átti að borga núna einhverja $900,000 fyrir í New Jersey en borgaði það ekki og það er vist allt í apaskíti á henni. Akkur borgar þetta fólk ekki skattana sína? Ég skil það ekki eins og Mary J. Blige, hvað á hún að peninga eiginlega? Mjög mikið. Bara endalaust, hún getur farið í tónleikaferð og það er alltaf stappa hjá henni og plötundan að selja. Hvernig getur allt þetta lið orðið gjaldþrota? Nú er ég haugur, sko. Já, en þú elskar að borga skatta? Nei, en þú veist, maður læta þetta græja, þetta er bara eitthvað sem maður græjar. Þú ert bara með endurskoðanda sem sér þetta. Þú ert að segja mig það fyrst að ég, haugurinn, getur þetta, nei. Þú ert bara með endurskoðanda, hann sér bara þitt shit. Já, bara hjálpa þér, af því að ég kann ekki starffræði, þetta vildi ég gæti gert þetta sjálfur. En ég bara kann það ekki, þannig að þú veist, er ekki allir með endurskoðanda til að hjálpa þér að gera skattaskýrslu og svona. Gerir þú þetta sjálfur? Nei, mamma gerir þetta. Já, ok. Mamma er bókari, sko. Já. Mamma mín er besti bókari á landinu. Já, ok. En þú veist, þá ert þú að heppið með það. En ég... Mamma, ég elska þig. Já, þú vita það allir sem horfðu á ettuna. Æðislega ræða. Þetta skrimsli sem þeir eru búin að búa eitthvað til. En ok, þannig að mamma þín sér þetta þér. Ok, þú ert eitthvað ósáttur við ræðuna? Nei, ég er ekki ósáttur við hana. Mér finnst hún mjög góð. Hún var einlæg? Já, hún var einlæg og ég er að stríða það. Hún var bara mjög góð. Takk. Alveg eins og þetta slúður, varst ekki ánægð með henni að pakka? Hérna segir aldrei við mömmuðinu að þú elskir henni? Oft og mörgum sinnum. Mamma, þú ert að hlusta núna, ég elska þig. Mamma, ég elska þig líka. Ég elska mömmu mína meira en þú þína. Að sjá hérna mögnuð ævintýramynd Beautiful Creatures, 21. febrúar klukkan 8 í Sambíónum Kringlunni. Unga galdranornin Lena er einstök og býr yfir óviðjafnanlegum kröftum. Foreldrar hennar eru leiknir af Óskarsverðlauna leikurunum Jeremy Irons og Emma Thompson. It has begun. She's already closer to the dark than I was. I want you out of here. Frábær ævintýramynd þar sem ekki er allt sem sýnist og yfirnáttúruleg öfl, galdrar, spenna og leyndamál eru daglegt brauð og enginn er óhultur. FM 957 og Sambíón. Ævintýraleg skemmtun. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri.
Ef þú ert með bláa kortið, átt þú möguleika á að vera einn af 100 heppnum sem hljóta 2 miða á útgáfutónleika Friðriks Dórs, Vélræð, á Factory 22. febrúar næstkomandi. Kíktu á Facebook-síðu Hringtorgs og segðu okkur frá uppáhaldslæginu þínu með Friðriki Dór. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjur það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion Banka. Snæfir þakkir hólar og sólinn skín á allt. Það þýðir aðeins eitt, við förum í Hlíðarfjall. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgartúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Það er hárið þér að hlusta hér á FM 95 Blö og það styttist í Sturla staðrindir. Þær eru hér rétt handa við hornið. En ég ætla að spyrja það, Bjössi, það var hellingur að gerast þessa helgina í Reykjavík. Það var Sónarhátíðin, það var Edduhátíðin og svo var það sjálfsög Gunnar Nelson að berjast. Sástu barðan? Já, ég reyndar sá hann ekki þegar hann gerðist. Ekki beinni? Eftir hann. Já. Og mjög skemmtilegt. Já, þetta er mikið óbáslega maður stressað þegar maður að horfa á hann. Ég átti bara mjög erfitt með að ég gæti ekki sest þegar ég var að horfa það. Svo líka svo fyndið sko, þú veist, ég horfði hann bara eftir á, bara núna þegar hann kom inn á Vísi. Og ég vissi alveg að Gunnar hefði unni, en samt ef maður alveg á tánum allan tíman var bara, þú veist. Já, mér leið illa í fyrstu lótu, ég held að hinn gaurinn hefði unni fyrstu lótuna sko. Já. Þetta er sturla sport. Já, þetta er, ég var einmitt að ræða það við þig. Hvað fær menn svona til að labba inn í búr og berja hvort annan? Berjast þig Gunny Nelson. Já, það er líka bara eins og gaurinn sem hann var að fara að keppa við. Hann var miklu stærri heldur en Gunnar. Já. Og svona þyngri. Þú veist, bara að vera að rölda inn í búru, vita bara að það er að fara að berja mann, sko. Og það er eitthvað, þeir eru ekkert að keppa í fótbolta þarna, sko. Nei, þetta er sturla, sko. Já. Þetta eru alvöru. Og svo líka má allt bara. Hún bara heldur hausinn á honum, ert að reyna að setja hnéð í andlitið á hann. Já, það er náttúrulega eðlilegt. Gæinn líka var bara eins og bara, þú veist. Hann er svo fílamaðurinn eftir bardagann. Já. Og líka Bubbi náttúrulega veit allt um box. Ég skal gefa honum það. Hann getur sko, þú getur nefnt einhvern boxar og Bubbi veit hvað hann er búin að vinna marga og hvað hann er búin að gera mörg jafntefli og hvað hann er þungur og Bubbi getur sagt allt um box. Bubbi hefur ekkert rosalega vit á UFC held ég. Nei, þetta er rosa svona sérstætt að fylgjast með þessu sko. Hann var alltaf bara, ég er svo stressaður. Já. Það var eina sem hann sagði, ég er að éta tölvuna. Kæru áhorfendur, veist, hann var ekkert að upplýsa mann um barða. Nei, þetta var allt einhverjar lýsingar á því hvað hann væri stressaður sko. Og líka gæinn sem var með honum, hann var greinilega vissi mikið Óskar, sko. Já, og þú veist, þetta var svo fyndið að hlusta á lýsinguna. Óskar var með eitthvað, það sem að Gunnar er að gera hérna er að hann reynir að komast á milli lappana og verður að reyna að headlocka hann eitthvað svona og kemur Bubbi ok, takk þú eins Óskar, ég skal reyna það. Já, hann er komið með hann hérna núna Gunnar Nelson. Ég er svo stressaður, ég er komin undir borðið. Gæinn bara komst ekkert að. Haldum bara slengur. Já, rétt Bubbi, nema hann er komið núna. Ég er búin að naga tölvuna mína. Ég áttur að þurfa að borga þessa tölvu, ég er búin að naga hann alla. Hann er komið með hann í headlock. Maður alveg bara, ég fegin að vera ekki á hjartatöflum. Þetta var svona. Og hann þessi Óskar þurfti alltaf að bíða eftir að Bubbi og búin að öskra eitthvað. Og hann gæti hann sagt okkur hvað hann var að gera. Bubbi náttúrulega heyri líka ekkert, þannig að vissi hvernig Óskar var að tala. Það kom reyndar eitthvað einu sel í barndánum og sagði Bubbi eitthvað, Óskar, hvað er hann að gera? Eitthvað svona, kom einu sinni og svona leiði honum að útskýra fyrir fólki hvað var að gerast í barndánum, sko. Já. En alltaf hressandi af að Bubba. Já. Bubbi legend. En ég fór sann sko að hugsa ef að Bubbi, það er, þú veist, Bubbi fyrir taugaður og sumum, eins og ég er dýrkan, það er bara eins og gengur að gerast með alla hér á Íslandi, þú ert aldrei allra. Akkurat. Að ef að þú ert UFC aðdáðandi,
en ert ekki Bubba aðdáandi, þá heldur þessi mjög erfitt að horfa á UFC með Bubba að lýsa. Þá ertu bara með þetta á mute, held ég. Já, svei með þá. En við óskum Gunnari Nelson hjartana til hamingjum. Ég ætla nú að reyna að fá hann í vikunni í smá spjall og ræða við hann bardagann. Það er líka virkilega gaman að fá Gunnar Nelson í spjall. Hann er svo hress og skemmtilegur og opinn. Já, hann er mjög æstur en erfitt að komast að. Alltaf partí í kringum hann, en já, ógeðslega erfitt að tala við hann. Já. Því að þú einhvern veginn kemur aldrei inn að. Nei. Hann talar endalaust. Já, hann er montinn og leiðilegum. Það fáum hann hérna í vikunni til að ræða þetta. Nei, ég geti þetta ekki. Sorry, ég verð að stoppa þetta lag. Já, ég ætla að stoppa þetta. Hvaða lag er þetta? Ég var að, þetta er Carmen, eitthvað Broken Heart. Þetta er byrst afsökun að þessu, þetta er einn stræskara. Fáum smá Kerry Hilson. Hilsons hafa nú bara óöfn að róta hann ekki. Var þetta Viljandi sem spilaði Knock You Down á eftir? Nei. Það átti að koma með þessi annar lag eins og er þeirra Broken Hearted. Þetta var eina af þessum skemmtilegu tilviljunum. Það er rétt hjá þér. Við förum hér í Sturla staðreyndir eftir örskamastund, misnotkunnin og fleira. Svo erum við líka að fara að gefa bíómið á eftir á kvikmyndina Beautiful Creatures. Það er sérstök FM-forsýning á henni í Kringlubíó núna á 50-daginn kemur klukkan 8. Þannig að fylgjast með því. Við ætlum að gefa, slata einhverju miðum á eftir. Já. Beautiful Creatures. En ég ætla að segja þér hér Bjössi, að það er orðið virkilega algengt vandamál og viðurkennt vandamál í dag að krakkar og úlingar eru að senda SMS í svefni. Já. Og þetta var ég að fá sendt hér á FM-preppinu. Veistu þetta sendt í SMS-i úr svefni? Já, frá einhverjum úling sem að sér FM-preppið. Nei, þetta er, ég hef lesið það hér, las daginn frá, að ég held að 1 af hverjum 12 sem stundar kynlíf í svefni, eða er sex zombie eins og að kallast víst. Stundar kynlíf í svefni? Já, 1 af hverjum 12. En þurfu þá ekki 2? Jú, og þeir eru báðir í svefni? Nei, það er kannski, annar makinn vakandi, fattar ekkert að hann er sofandi. Það er eitthvað skrítið. Nei, þetta er svo Nei, það er ekkert skrítið. Nei, það er ekkert skrítið þetta. Ég labba til dæmis mikið í svefni og tala. Það er ógeðslega skrítið. Já, það er, trúðu mér, það er ekkert jafn skrítið og vakna bara klukkan 3 nóttuna og þú liggur í grúfi við hliðin á sófanum inn í stofu, Gerir þetta í alvörunni? Já, það er viðbjóður, það er ógeðslega óþægilegt. Að vakna við þetta. Hvað er það búin að drekka mikið þegar þetta gerist? Drekka, þetta er bara virkun dögun. Þú ert ekki að vera fullu til að gangi í svefn og það vita það margir. Segðu mér. Ég drekka ekki á virkun dögum. Ég rættu því. Okay. Þetta tengist ekkert áfengi, þetta bara gerist á virkun dögum og það er líka með þetta, það er svo óþægilegt að vakna því að þá manstu allt sem var að gerast í draunum, Bitu, þegar þú vaknar í grúfu við hliðina á sófanum. Já, þá veit ég á hverju ég er þar. Já, okay. Því að þá vakna ég svo skyndilega bara beint úr draunum. Ég er kannski að fela mig fyrir einhverjum hermönnum. Ertu sofandi núna? Nei, en ég hef aldrei sem betur fyrir, ég hef aldrei sendt SMS í svefninsver. Það sem ég ætla að útskýra fyrir er að þegar þú ert að labba og tala í svefni, þá ertu með opin augun og þó að þú þekkir mig, þá veistu ekkert endilega að ég sé sofandi, Fattar þau? Já, nokkulega. Þannig að þetta er mjög creepy, Já, þetta er magnað. En ég hef aldrei sendt SMS í svefni sem betur fyrir. Nei, þetta er náttúrulega, skilur, SMS er bara, þú veist, sumt lið er bara SMS allan daginn, þannig að það er kannski ekkert skrítið að það gera það líka í svefni. Já, það er bara orðið hátti að senda SMS. En segðu mér eitt, nú ert þú búin að fara iPhone. Já. Getur þú skrifað blindandi SMS á iPhone-in? Nei, ég gata á Blackberry-inu minn samt. Já, ég gata nefnilega alltaf á Nokia símana, Þú veist, þá var svona, eins og bara fyrir blindrataka, skilur, svona komið svona upp úr. Já, þægilegir. En á iPhone-unum þá, að því að skjárinn er svona sléttur, þá... Mér finnst miklu leiðilega að senda SMS með iPhone heldur en Blackberry. Já, ég reyndar átt aldrei Blackberry-in, ég átt svona Nokia síma og mér fannst mér þægilegt að senda SMS á hann. Finnst það ekki þægilegt að senda SMS núna? En eina, það er líka ömurlegt ef þú ert búin að senda eitthvað SMS í svefni, segjum til dæmis að þú sett skotin í einhverja stelpu eða eitthvað. Já. Og svo bara, daginn eftir, hún er hvað var að fréttin á þetta? Æ, ég var sofandi. Hvað er það að kaupa það bara? Nei. Getur þú logið því að einhvern bara, ég sendi þetta SMS í svefni? Já, þú veist, Pían fær SMS kannski 4:30 aðfaranótt 3:00 bara, hvað er að frétta í hjánum bara? Æ, ég var bara sofandi. Hefur aldrei lendi, hefur aldrei sendt SMS í svefni? Nei, ég er laus við það. En já, það er kannski einhverja núti sem að eiga við þetta vandamál á þriða. Vonandi sem fæstir. En við skulum fá hér hrikalega flott lag sem heitir Hafið svart. Veistu ekki að fíla þennan, Jónas Sigurðsson? Þetta er flott. Þetta er alvöru. Svo er það Sturla staðreyndir, þannig að ekki voga ykkur að skemmta. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai?
Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Rétt er að hlusta hér á FM 95 Blö, Öddi og sjómannsmaður ásins Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Það styttist einmitt í að ég ætla að leika með hans með hennan titil hans Björsa og fá hann til að hringja hér í fyrirtæki hér í bæ. Þú ætlar að vera vondur mig. Já, ég ætla svona aðeins að bóti þig. En ég gæti líka þurft að spila One Direction eftir í þættunum. Já. Einhvern tímann svona eftir klukkan 5. Lentir í einhverju atviki? Já, ég fór að fá mér ís í gær. Ísbúð Vesturbæris. Okay. Þar hitti ég 2 stúlkur sem eru örugglega að hlusta núna og ég beði helst ykkur stelpur. Gaman að sjá okkur, en þær léttu mig heyra það og þær voru ekkert að fíblast. Ég hef vist bara spilað One Direction 2 á þessum 17 mánuðum sem ég hef verið í útvarpi. Það held ég nú séu ekki alveg rétt. Við erum að spila oftar en 2. Og bæði skiptum var að lagi Little Things. Nei, ljótt að segja. Ég vildi nú ekki segja hann það í gæra því að það voru svo pirraðar eitthvað. En ég hendi þeim oft út, sko. Já, ég skil. One Direction þeir eru reyna, en ég mun ekki gera það aftur. Ég vil ekki... One Direction eiga alveg blóðheita stuðningsmenn. Já, bara aðdáendur hér alla trissu greinilega. Ríkulega vinsalir. Já, því að þessar stelpur, þær voru ekkert að fíblast. Nei. They're full around. They're full around, aðdáendur One Direction, en við ætlum hins vegar að fara núna í sturla staðrendi. Hvernig líst þér það? Mér fannst þetta sem varst að segja mér vera sturla staðrend. Já, þetta var sönn. Sturla staðrend. Ég er með fínar sturla staðrendir núna handa ykkur kæru hlustendur á mánudegi. Við ætlum að byrja hér á fyrstu. Konur mega ekki keyra í Sádi-Arabíu en þær mega fljúa. Sturla staðrend. Ég veit ekki alveg... Það er svolítið skrítið. Já, þessir vitlýsingar hann í Sádi-Arabíu treysta þeim fyrir flugvélum en ekki í bílum. Já. Það skilur það nú. Þetta verður vinsælt. Ég er að djóka. Já. Það eru samkynir, þetta hérna líka. Þetta er svolítið, þú veist, ógeðslegt en þetta er satt. Mér finnst samkynir ekki ógeðslegir. Nei, leiðið mér að klára hérna. Nei, betur hvað er þetta ekki við skinn? Samkynir mega aðeins skipta sig í 9 fylkjum Bandaríkjanna. Já. En það er löglegt að stunda mök við hesta í 23. Jésús. Já, það var það sem var ógeðslegt. Þannig að í 23 fylkjum þá máttu eða þú ert mjög skotin. Maður skilur það samt. Eða þú ert mjög skotin í hestinniðinum, þá var það löglegt í 23 fylkjum, en hins vegar máttu bara giftast, maka eða þú samkynniður í 9 fylkjum. Þetta er rosalega undarlegt. Þetta er sturlu staðreind, það er bara sem þetta er. Þetta er sturlað. Og þú hefur samt barist gegn hjónabandi samkynniðra. Af hverju er það? Sko, bara vegna þess að Biblían bannar þetta. Nei, ég er mikill talsmaður. Er þetta bannað? Fylgismaður. Nú er ég svo vitlaus, mega samkynniði að giftast á Íslandi. Já. Já, það má. Já. Ok. Gjössilegt. Svo kemur hér, og þetta tók ég, mér finnst þetta nú ekkert merkileg staðreind, en ég tók hana fyrir þig, því að þú spila mikið Tetris, eða ekki? Jó, ég er enda búin að vera óvirkur núna í næstu ár. Já, þú varst að háðu Tetris á sín tíma. Já, 12 mánuði edru afmæli eftir mánuð. 12 mánuði edru Tetris afmæli. Tetris afmæli. Ok, þá ætla ég að spyrja hvort þetta sé rétt, því að samkvæmt sturluðu staðrendum að þá er fólk sem að spila mikið Tetris fyrir að dreyma Tetris-kubba. Já. Er það maður? Já, þetta er alvitað, sko. Þannig að þetta er sturluðu staðrend. Já. Enn og aftur standast þessar sturluðu staðrendir. Dreymdi þið Tetris-kubba? Oft og mörgursunum, sko, og það var svona eiginlega meira það, sko, þegar ég var að fara að sofa á kvöldin, þá sá ég bara Tetris-kubba þegar ég lokaði augunum. Þú lígur þessu? Nei. Þá var ég bara kannski koma úr svona 5-6 klukktíma sessjóni. Nei, þú veist, þá var ég búin að spila mikið Tetris. Og 5 tíma sessjón. Ég er að djóka þetta með það. En þá eru Tetris-kubbarnir að fljúa, sko. Og svo líka ferðu svona að sjá alls konar form og vilja láta þau passa. Þannig þetta er stór hættulegt? Nei, þetta er ekki hættulegt. En á hverju hættur í Tetris? Þetta var bara að byrja að taka yfir lífið mitt, sko. Og svona ölluganir sleftu, þegar þú varst að leika í Tetris, hvað varst að spila lengi í senn? Ég var náttúrulega orðin ógeðslega góður í Tetris. Já. En ég var að spila bara í
svolítið þegar ég í frítímum mínum, sko. Ok. Og hérna á meðan ég var með þér En geturðu klárað Tetris eða? Sko, ég var yfirleitt í svona Tetris sprint, sko. Þá var maður að klára 40 línur á einhverjum tíma, sko. Já, ok. Og hérna, þú veist, ég var svona komin niður í einhverjar, ég man ekki hvað það var, 50 sekundur. Það er ekkert annað. Hérna, mjög góður sem sagt. Það var svo góð tími mín. Og hérna... En þannig að þetta er rétt hér hjá Sturlunarstaðnum. Þið byrjaði að dreyma Tetris-kaupa. Tetris er rosalega áhugavert fyrirbæri. Já, maður gera að kynna sér það. En farið þið varlega. Já, farið mjög varlega. Fólk, svo er það næsta, fólk lærir og byrjar að ljúga þegar það er 4 ára. Þá svona byrjar að læra að ljúga. 4 ára aldur. Já, athyglisvert. Já, varstu lýgin sem krakki? Nei, alls ekki. Nei. Ég er náttúrulega nefnilega að reyna, ég var kólruglaði krakkin, ég var ekki lýgin. Nei, má ég að það? Ég held að mér hafi frekar verið vandamálið að mér væri nett sama, skilur. Þú veist, en ég sagði samt alveg sannleikann. Já, ég skilji. Já, ég sko, amma og afi voru, eru trúið. Amma og afi voru líka sjúk. Þannig ég laug voða lítið, sko. Já. Passaði mig á því. Svo er það, ég með þess að byrja ekki að blóta fyrir ég var 11 ára. Já, mannst það bara, þá byrjaði að blóta. Já, af því að byrjaði þegar ég var Sauðárkróki. Hvað sagðir þá? Ég man það ekki. Man ekki hvað fyrsta blótsetið var. Herru, ok, höldum að fram. Hjón stunda kynlíf 58 sinnum árið að meðaltali. Sturlu staðreyndana, það er eiginlega bara einu sinni í viku nánast. Já, það er ekki sérstaklega mikið. Nei, þetta er ekki háa tölur hér. Nei. Hvað er þú ofta viku? Ekki. Ok, hérna næsta. Betri en þetta. Næsta, blóðið í krabba er blátt, vissir það? Já. Nei, vissi það ekki. Jú. Ok, hvernig er blóðið í ormum á litin? Ég veit það ekki. Nei, akkurat, af því ég spurði þig. Hæ? Af því ég sagði þér það ekki. Er eitthvað blóð í ormum? Já, og það er grænt. Sturlu staðarind. Það er insane. Já, blóðið í ormum er grænt og blóðið í krabba er blátt. Já, það vita það allir. Að blóðið í krabba er blátt. Nei, ég vissi það ekki. Svo er það eru 2 eftir og þessi finnst mér æðisleg. Mörgjast færða einu sinni árið að meðaltali. Hvort sem hún er gift eða ekki? Hvort sem hún er gift? Já, veist, er í sambandi ekki. In a relationship. Ég fekk hérna mörgjast og á Facebook er það complicated þjóðni. Já, en hún er ekki gift. Nei, hún er ekki relationship. The single mörgjast. En allavega þá... Það einu sinni árið. Hvernig rannsaka menn þetta? Það eru menn að fylgjast með mörgjast. Það eru menn bara að höfpast á mörgjastum og svo bara telja þér. Nei, bara allar þessar myndir og svona. Það er verið að fylgjast vel með mörgjastum, sko. Hefur ekki séð bíómyndina á mörgjastendar? Nei. Hún er æðisleg, þú verður að sjá hana. Já. Þetta er bara eitthvað skemmtilegasta dýr sem til er. Svo er það síðasta, þú getur lifað alla þína ævi á vatni, kartöflum og smjöri. Þú þarft ekki annað. Kannski ekki, það er ekki fjölbreytt fæði en myndi döga. Margt vera. Já, þar færðu kolvetni, fitu og prótein. Franskar eru svona kartöflur í djúpstekingu, skilur við? Nei, ég held sér bara að tala um venjulegar kartöflur. Ertu mikill frönskukall? Nei, ég er það eiginlega ekki. Nei, ekkert. En þú? Nei, ekkert mjög. Þetta voru stjórnlega staðarindir. Hvað stóðu upp úr Bjössi? Býtu. Það var sko, vildur þú fá svar strax? Já, eða svona, veist, var ekkert eitthvað sem greipið meira en annað? Fyrsta, með að konur í Sádi-Arabíu mættu bara fljúa og ekki keyra. Þetta er Rihanna hér með Where Have You Been? Sessandi hér á mánudegi og það er komið að vikulöfum dagskrárlið hér hjá okkur Bjössa sem heitir Netmisnotkunin. Og erum við ekki að tala um það, Bjössi, að við ætlum bara að kíkja á gömul og góð fórnarlömb. Back to the basics. Back to basics. Það eru, 2 einstaklingar sem hafa verið svona hvað oftast í netmisnotkun upp á síðkasti. Óleikir hefur alltaf verið kóngurinn okkar. Já, King Óleikir. King Óleikir, þegar kemur að netmisnotkun. Og ég er nú inn á Facebookina svona. Það er náttúrulega allt morandi í Tiny Tampa. Já, ég er smá Facebook vandræðum hérna, þetta er allt eitthvað að frjósa hjá mér. Hann var að bóka hann sem sagt á Keflavík Music Festival. Já. Og ætlaði nú að byrja að hrósa Óleikir fyrir það. Það er hrikalega vel gert. Og maður getur þetta að kíkja þarna. Bæði Tiny Tampa og DMX og allt að gerast. Já, Tiny Tampa, það er skemmtilegu listamæður. Já, hann á hellinga góða lögum. En hér byrjum við, ég sé það bara strax 14. febrúar, það er Valentínusardagurinn. Já. Þá sjáum við það að Óleikir er rómantískur maður.
Já. Því að Ásdís Lísa, kærastan hans, póstar inn mynd hér af baði, rós og mynda henni með rósina. Og hér stendur, þetta beið mín eftir langan vinnudag, broskall. Rós og heitt bað með kertaljósum, gott kvöld framundan með ástinni minni, með Óla Geir. Þetta er fallegt. Hann kann þetta strákurinn, en það fær hann þau fá 38 likes á þetta saman. Já, og þau er ekki minna skilið. Það er risa bað sem er með þannig maður. Hvað er þetta? Þetta er bara svo heita bátur. Já. Þetta er hálf íbúðin fyrir baðið. Já, og svo heldur maður áfram að skoða. Þetta er mikið hérna eins og ég segi Tiny Tempa og eitthvað svona. Varst að læka þetta núna? Hvað, með Tiny Tempa? Nei, með hérna baðið. Nei. Það var bara þetta nýtt læk, sko. Já, ok. Það eru einhverjir að skoða þetta á meðan við erum að tala um þetta. Já, nákvæmlega. Svo kemur hann... Hei, komið þetta á Facebook. Sorry, hvað segir þið? Svo kemur hann hérna á laugardaginn á Nóli. Já. Þetta er allt og stórt hús fyrir mig. Búndur. Og fær á þetta 23 likes. Veit ekki alveg með þennan status. Nei, ég veit ekki heldur. Þetta er svona... Hitt, sko. Já, þarna er hann svona... Það er smá monti í gangi hana. Já. Og sko, Ævar Már Ágústsson slæri gegn á kommentakerfinu. Ég reyndar veit ekki af hverju, en hann skrifar því, ég skal bara flytja inn og taka smá plás. Það er ekki að borga mér, broskall. 11 likes. Næstu ég bara jafn mikið á sjálfur statusin. Já. Það er ekki pínu skrítið. Jú, ég veit ekki. Það er bara ég eða? Nei, ég er bara... Mér finnst þetta ekkert að fyndið, sko. Ég skal flytja inn og ekkert borga. Já, þetta er kannski ekki húmor. Ég veit ekki, þetta er eitthvað svona Suðurnesja comedy sem við skiljum ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er slæri gegn hann á... Já, þetta er 11 like. Já, þetta er 11 like að verði. Já, svo eru, sérðu, 3 myndir á honum chill á Reyðarfirði fyrir gig að hlusta á dansþátt þjóðarinnar, alveg kjúllað. Er hann svona sveittur eða er þetta einhver filter á myndinu eða? Hann er að vinna með eitthvað filter þarna. Já. Tekur sko mynda sjálfum sér, eða svona andlitsmynda sér. Já. Svo gallabuxnar og hann er berfættur upp í rúmmi. Já. Og svo eitthvað útvarp. Er hann bara einn þarna bara svona... Mér sýnist það, einn að leika sér bara með síman að taka myndir af sjálfum sér, sko. Já. Ég ætlaði að spyrja það, og varstu örugglega að fara að spyrja það sama. Hefur þið tekið svona andlitsmyndaðar eða? Ekki sem ég ger eitthvað við, skilur þú? Nei, bara fyrir þig einan. Stundum tek ég bara myndir af mér og horfa þér og hugsa bara takk. Nei, ég er ekki að taka svona ég er ekki að taka myndir af mér sjálfum, sko. Nei, en hann líka sem að kemur óvart þarna þegar hann postið þessum myndum inni, hann segir alveg tjúllað. Hann er ennþá að vinna með tjúllað. Já. Ég hef ekki heyrt það orð lengi. Nei. Tilla og tjúllað. Já, og svo bara núna strax í gær eftir Reyðarfjörðgreinina heimskap mín ætlar aldrei að taka enda. Gleymdi ljósunum á bílnum minni meðan ég fór á Reyðarfjörð og nú er ég fastur á Reykjavíkurflugvelli með rafmagnslausan bíl. Takk fyrir mig Austurland, alltaf gaman að spila fyrir ykkur. Eruð yndislegt, broskall. Þannig að hann tapar nú ekkert gleðinni þó hann sé rafmagnslaus bílinn. Sko, Óli Geir má eiga eitt, þú veist, hann er bara ferðast landið bara eins og jólasveitin, sko. Hann fer fram og tilbaka bara. Hann er jólasveitin þegar hann kemur að hann er jólasveitin. Já, hann kemur í bæinn með fullan poka djammi. Hann er jólósveitin. Jú, hann er jólósveitin. Og já, eins og ég segi, ég er nú á Rósanum fyrir, ég hlakka til að fara á þetta Keflavík Musical Festival, það er gafnum deytir. Já. Svo er það næsti. Þurfum við ekki einhvern veginn að fara svona á Reyðarfjörð þegar það er eitthvað Óla Geirstjám? Jó, mæta bara trillt. Bara sjá hvað er að gerast þarna. Tjúllaðir. Ég fór einu sinni, sko, þegar að vera að stekkja Jó Ásbjörns. Já. Þá var Dirty Night á 800 bar. Já. Og við... Hvernig var hún? Bara... Var hún dirty? Nei, já, jú, svona, veist, var að taka, fólk að taka skot af mögu, af maga og fólki og eitthvað, þetta var sveitt, sko. Já. Herru, svo er það Brynja Már. Taka smá á honum, það landstunum við kíkt á hann. Er hann komin út? Hann er fluttur út. Til Ormond Beach, Florida. Já, og jafn ástfanginn sem fyrr, og það er bæði hjá honum og, Önnu Kristínu Aklipenn eru myndir af þeim að faðmast bæði í profile og í coverfótó. Heyrðu, hvað er að vinna með þetta? Ég veit það. Okay, sorry. Þetta kallast ást. Ég var ekkert búinn að kíkja á þetta. Hérna Friday bara, þetta er á föstudaginn. Já. Skrifa hún á veggina, svo var ég búinn að segja þér hvað þú skiptir mig miklu máli og hvað ég elska þig mikið í dag, broskall. Og hann svarar, ástin mín, þú ert svo yndislega falleg og góð. Ég elska þig meir en allt. Já, ég veit það. Ég hvað, En það er minna að það er 1 like á þessu. Það hissa. Nei, það er frá, og hann, svo sem hann lækar. Hann kommenta líka, það er hann Ívar Pétur. Hann segir vákvæður væminn og eitthvað, öfund ykkur samt, hehe.
Þeir sér líka að þú tjekkar á fótósjánum. Þetta eru þau bara í öllum fótós saman. Já, ef þú ferð, ég ætla einmitt, það var eitthvað sem ég ætla að kommentra á. Ef þú ferð það hægra megin, þá sér maður svona myndir af fólki, og þá eins og Bjössi sagði, stendur fótós. Það er ekki ein mynda sem þau eru ekki saman á. Nei. Og, já, þau hattu ekki að taka myndir af sér. Enda ástofanginn og skoðum allsins besta. Þetta er fallegt fólk og ekki þetta því að taka myndir af sér. Nei, þau eru alltaf líka bara í faðumlögum og eitthvað svona. Já. Þannig að svo serðu hérna hvað hann fekk á Valentínusardaginn. Hún, Anna Kristína Aklepen, setur hérna Happy Valentine's Day frá yndislega manninn mínum og hún fekk blómund frá honum. Já. Svo, þetta er allt bara eitthvað þauga í einhverjum gósbrunnum og faðumast og eitthvað. Er þetta ekki bara fínt í dag? Jú. Það ekki? Við þurfum ekkert að fara meira Brynjarmár. Nei, þetta er bara ástin. Hún er svona. Það má samt sko að öllum má ofgera á Facebook þegar kemur að löð. Rétt. Ég hugsa að það eru Brynjarmár, ég get verið að heyra hans í hún. Já, skamman hans. Já, svona fara að koma með eitthvað annað líka. Já. Þetta var netmisnotkun dagsins. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og svo ætla ég að fíblast aðeins með Bjössa, láta hann hringja hér í fyrirtæki og kynna sig sem, sjónvarpsmann ársins. Liðstyrkur hjálpa þér að styrkja hópinn í vinnunni og styrkir þig leið því þú færð mótframlag í 6 mánuði ef þú ræður einhvern úr hópi langtíma atvinnulausra. Liðstyrkur er átak til að berjast gegn atvinnuleysi og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vill grípa tækifærið, skráðu þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. Mistirðu af dagsbirtun í dag? Engar áhyggjur. Það er nóg af henni í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Túborg kynnir Rockquiz í kvöld á English-pub Austurstræti. Tilboð á Túborg og brjáluð stemning. Léttu öll. Í kvöld á Stöð 2. Á hverri mínútu, á hverjum klukkutíma, á hverjum degi kemur nýr einstaklingur í heiminn. One born every minute. Mánudag klukkan 25 á Stöð 2. Stöð 2. Skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal heiti ég og er ekki merkilegur en við hliðina á mig situr sjónvarpsmaður ársins 2013 sem er, mjög merkilegt. Hvernig ertu akkurat þessa mínútuna? Þú ert svo ruglaður. Ég ætla bara að vinna svolítið með þetta í dag. Já. En þið líður vel eða ekki? Jú. Já, ég ætla núna að koma tíma að bakka sjónvarpsmann ársins. Já, þú sko, ég hef sloppið ágætlega. Já, þú hefur sloppið fáránlega vel. Já. En nú ætlum við að leika okkur aðeins með hennar titilinn. Já, þú ætlar að leika með hann. Já, en þú samt, þú veist, þú farið að verði þessu strengjabrúða í höndum þínum. Já, það sem þú ætla að gera er, ég ætla að láta þér hringja, ég hringi í nokkur fyrirtæki og byrjum til hennar bara á IKEA. Já. Og þú kynnið þig sem sjónvarpsmann ársins 2013, segir þú að það hefur verið að vinna þetta helgina og spyrir svo bara hvenær lokar hjá okkur í kvöld. Og það er búið að svara því, þá er símtalið búið. Hvað heldur að fólk segja það haldi? Það er ekki mitt vandamál. Nei, það er alltaf bara skellir á ykkur. Djöfull er þessi maður ekki fíbl. Leið að bara segja þér hvenær lokar og þá er bara símtalið búið. En þú ert að kynna þessi sjónvarpsmann ársins 2013. Þú ert komin í samband við IKEA, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan dag. Björn Bragi heiti ég og er sjónvarpsmaður ársins. Já. Hérna, hvað er opið lengi hjá ykkur? Það er opið til 8. Já, takk fyrir. Já, gjör svo vel. Há, þetta símtal búið. Heyrður tónin í röddinni þegar hún skellt á? Hún var bara... Hvað er að? Og hún bara, já, ok, ég ætla að fara að segja öllum hérna, hvað það mikið fíbl að ringja hérna. Núna vill ég að segja sjónvarpsmaður ársins 2013 og ég ætla að ringja Dominos og spurðu, herðu, er megavika hjá okkur? Segðu bara svona, herðu, þetta er sjónvarpsmaður ársins hérna, Björn Bragi 2013, er megavika í gangi? Ok, og hún segir nei. Segðu þá, ok, því ég held nefnilega að sé megavika. Hún var að byrja. Ok, og hvað er þá að segja þegar hún segir já, það er megavika? Ok, glæsilegt. Og svo skellega. Segðu bara, ok, glæsilegt. Dómars Pizza, góðan daginn. Þetta er aðstofað þeim. Já, góðan daginn.
Björn Bragi heiti ég og sjónvarpsmaður ársins 2013. Já. Hérna, megavika hjá okkur núna? Já, herru, hún í gangi. Ok, ég ætlaði bara að tjekka því. Takk fyrir það. Ok, Þetta er síndalbúið. Þetta er ekkert fyndið. Þetta er sko, þetta er eiginlega bara óþægilegra fyrir þau heldur en mig. Guðurinn bara, já. Allir ekki að vegamót. Þú veist sko, liðið sem að svara í síman, það er ekki að hlusta á þáttinn og það mun bara að eilífu halda ég sé mesta fíbl í heimi. Sem gerir þetta skemmtilega. Herðu, núna vegamót að ég veit að það borðar í gær. Nei, jú, ég fer svo ofta að borða vegamótum. Ég veit og segðu svona hæ, herru, þetta er Björn Bragi hérna, sjónvarpsmaður ársins 2013. Ég var hjá okkur í gær, ekki gleymdi ég kortæðaskynni mínu. Og segðu svo, þegar þú búin að segja að gleymdur ég hér og ef þú leitað eitthvað svona, þannig að hún kemur aftur. En ef ég segi fyrir eitthvað að ég hef glemt styttunni? Nei, það er kjánalegt, ég vil það ekki. Já, kortaveski er ekkert kjánalegt. Nei, hvort það er glemt kjánaveskinu. Og ef hún segir, nei, ég finna eitthvað ekki, hún er búin að leita það, segðu bara, ég er búin að vera svo kærulegs eftir ég vann þessa Eddu. Ég get ekki gert þetta. Nei. Jú, Björnsi, síðasta. Góðan dag. Já, góðan dag. Daginn. Björn Bragi heiti ég, sjónvarpsmaður ársins 2013. Já. Var að vinna Edduverðin hann helgina. Glæsileg. Hérna, ég var að borða hjá okkur í gær. Ok. Getur verið að ég hef gleymt veskinu mínu. Veskinu þínu? Það er svona svart lítið veski, kortaveski. Augnablik? Já, takk. Því miður, þá hefur ekkert fundist. Ok, það getur verið að sé eitthvað annars þar. Ég geti hliða fyrst þetta er þú. Sjónvarpsmaður ársins. Já, einmitt, ég er búinn að vera svo hrikalega kæruleg síðan að ég vann þessa Eddu. Já, nákvæmlega. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Ekki það, vonandi finnur það. Já, takk. Bye. Bless. Þetta er búið. Ég hef bara aularhallnir í tær. Heyrðu hvernig hún svaraði mér? Ákvæmst er með lokuð augun. Þú erum að tala. Að þið viljið svilla. Þetta er það samt. Heyrðu hvernig hún svaraði mér? Já, og bara, hún byrjaði svona, henni fannst þú bara óþægilegur. Já, Þetta var sjónvarpsmaður ársins Björn Bragi að heyra í fyrirtækjum landsins og þetta Það láta fara illa messi á þér. Nei, þetta ætlum við að gera alla mánudag, þetta er nýr liður hjá okkur. Já, takk fyrir það. Sjónvarpsmaður ársins, hringir í fyrirtæki. Þú fundið nýjan sjónvarpsmann ársins til að vera á mánudögum. Kannski Þóra Arnórs til að vera hérna með þér á mánudögum. Þetta var þess að dimma, ég hef gaman að þessu. Já, það er gott að einhver hafa það. Ef ég væri stór eigandi í Nestle, þá myndi ég láta breyta sig í Lion Bar. Hvort myndur frekar að vera King eða Lionheart? Ég veit það ekki, King, nei, Lionheart. Nei, jésús, ömuleg spurning, það veit ég ekki. Hvort myndur þú vilja? King for a day. Við vorum með netmisnótkunni náðan, Bjössi. Og það er eitt maður sem er nú ekki lent í netmisnótkunni hjá okkur, en við erum báðið með á Facebook, hann heitir Erpur Eyvindarsson. Blastur okkar, ég tek eftir því, ég ætla að spyrja þér út í þetta. Já. Hann lækar alltaf allt sjálfur sem hann gerir. Já, það finnst mér mjög athyglisvert. Já, það er ekkert bara ég, er það ekki pínu skrítið? Ef hann setur inn einhverja grein eða setur inn status, þá er hann alltaf fyrstu til að læka það sjálfur. Já, sko, ég nefnilega, nú er Erpur svona frekar nettur náungi, sko. Töffari. Hann er töffari. Já. Þannig að, hérna, þú veist, ég skil ekki alveg hvað er í gangi þarna. En hann er ekki það mikill trendsettir að þetta sé orðið viðurkennt á Facebook. Nei. Ég ætla að hefur lækað eitthvað sem hann gerir sjálfur. Aldrei. Nei, það er eitthvað skrítið við það. Það er eins og einhver líkt einhvern tímann við að það væri eins og að gefa sjálfum sér high five. Já, sem er ömurlegt. Já. Gerur ekkert svona. Nei, þá ertu raunum bara að klappa. Já. Sem er annað fyrirbæri. Góð punktur, en við ætlum hér, strákarnir, að gefa bíómiðan. Þannig að nú erum að gera hringja í 511-0957. Það er ekki að spila og hver veit nema að við gefum bíómiðan. Nei, nenni ekki að finna. En við ætlum að gefa bíómiðan að hringja í 511-0957 og þetta er kvikmyndin Beautiful Creatures og það er sérstök FM-forsýning núna á 5. daginn í Kringlubíó klukkan 8. Hvað er að láta fólk gera alltaf á með það? Þú ætlar að vera með spurningaleik. Það er erfiður. Já, bara þú stjórnar því. Þannig að fólk þarf að svara einhverjum spurningum til þess að vinna með hann. Ég sé að það er rauð glóa hér alla línu. Við skulum bara heyra líka aðeins í hlustundum og sjá hvernig hafa þennan mánudaginn. FM, góðan daginn. Góðan daginn, Rauði Blöð og sjónvarpsmaður ársins. Það er hárið rétt, hann situr hérna beint á mótunni, sjónvarpsmaður ársins. Halló. Hvað heitir þú? Óskar er ég. Óskar. Ég vil gefa þessi manni bíómiða það strax. Já, ertu með eitthvað spurningandunum með hann? Nei, bara því hann sagði sjónvarpsmaður ársins? Já. Og hrósaði þér? Já. Kaustu Bjössa eða?
Að sjálfsögðu. Hann fór eitthvað öðru, það bíó með þér í boði. Já. Hvað heitir Óskar? Óskarsson. Óskar Óskarsson. Sérðu hvað ég einfaldur út í það, þarf bara að segja eitthvað fallegt til mig og þá bara gef ég allt sem ég með. Já, en varstu samt ekki, þú vart að vera einhver spurning. Ekki þá bara hérna upp í skattalíð. Glæsilegt, takk fyrir það. Sjáum til bíó, ok, bye bye. Já, það var hann Óskar, hann þurfti ekki að gera neitt því að hann hrósaði Bjössa, það ekki nógu gott Bjössi. Jó, ef ég rána með hrósið. Þú ætti að vera með eitthvað smá leik. Fáum hérna næsta, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, þið með miðan? Já, við erum með miðan, hvað heitir þú? Björn. Björn, þú þarfst samt að vinna þérinn miða. Bjössi, ertu með eitthvað spurningandunum? Mér líst hann strax vel á hana þegar hann heitir góðu nafni. Já, góðu sterku nafni. Já, kallaði Bjössi. Er það ekki? Jú. Eins og ég? Já. Hvernig hefur það reynst þér í gegnum tíðina að heita Björn? Já, bara helvítið vel. Hefur einhvern tímann verið strítt á því einhvern veginn eða uppnefndur einhvern veginn? Já, Bjössi Bolla. Bjössi Bolla, fegst þú það líka, Bjössi? Nei, en einhvern tímann sko, ég man eftir þessu frá að ég var mjög ungur, að þá var einhvern sem sagði Björn Bragi Kjötbragi. Wow, það er gott. Burn. Já, það var... Þú vil fór nýtla með þig. Það var burn á þeim tíma, ég var svona 7 ára sko. Okay. En ég vil gefa Byrninni það, hann fær enga spurningu. Nú, hvað voðalegur við? Já, hann heitir Björn og hann er með vinalega rödd og bara... Björn hvað? Björn Haldursson. Björn Haldursson, hvað er þetta að brasa? Það er maður sem þarf að komast í bíó. Bara í vinnunni. Já, hvað er þetta að vinna? Vörubíl og vinnuvélaverkstæðinu. Ok, fíla. Þú átt 2 miða á Beautiful Creatures á 15. Kemur að segja bara upp í skattalið. Já, gera það. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja hérna. Bye. Við skulum opna gef 2 í viðbót. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað segir þú? Ljómandi gott bara. Ég heyri það er ekki mánudagur í þér. Nei, ekki mánudagur í mér. Hvað er verið að brasa? Er það bara klar að vinna og svona? Nó, hvað er það að vinna? Það er Össur. Össur, já, vel gert. Shit, er ekki allt logandi út af Pistorius-málinu? Já, allt í bál og brandmaður. Er hérna svona öllugarni sletti, eru risa myndir af honum og svona niður frá hjá okkur eða? Já, allar það er hangan þá. Já, ok. Já, er enginn byrjað að króta eitthvað yfirvaraskegg á hann og eitthvað svona? Nei, það verður gefin út yfirlýsing þegar allt er komið á reynd, sko. Já, einmitt. Það verður að bíða. Kannski fínt að tjá sig ekkert mikið þetta. Er það ekki gamla góða, saklaus þar til sagt þessu henni? Jú, nákvæmlega. Það reyndar lítur ekkert alltaf vel út fyrir kappan, en jú. Nei, já, svo var að koma bara einhver ný grein núna sem að bara hann skaut næstu í félaga sinna okkur veitingastað. Þetta er einhver byssubrandur, maður. Hann er alltaf kallaður blöðkubranddur. Já, ég meina, hvað er að frétta það? Jæja, við skulum ekki ræða það. En þú heitir hvað? Aron Andri. Aron Andri, eftir með eitthvað spurningandunum eða gefa hann bara því að hann upplýst okkur með þetta allt svona? Já, þetta er topp nági. Aron Andri sinnum 2, þú átt miða á Beautiful Creatures á 15. Hann þarf líka að komast í bíó til þess að gleyma Pistorius-málinu. Aðeins að slaka á. Get it off his mind. Er það ljómandi, maður? Við bara sjáumst í bíóinu. Ok, takk ykkur þetta, meistarar. Það án lítið. Takk fyrir að ringja. Ok, takk. Bye. Það er bara strákar búin að vinna, verður ekki enda að gefa einhverju stúlku? Já, þær þurfa líka að komast í bíó. Já, þannig að núna ef það er strákur á línni, þá færði ekki með hana, við ætlum að enda þetta á að gefa einhverju stúlku. Það er fyrir 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Anna, sérðu. Skvísu, hvað heitir þú? Sandra heiti ég. Sandra? Já. Og hvað er Sandra að brasa þennan mánudaginn? Heyrðu, ég er bara fyrir hesthúsi. Ok. Hvað ertu með hesthús? Viðdalum. Já. Ég þyrfti að detti eitthvað svona. Hestamenn, sko. Er þetta ekki gaman? Ekki geðveikt. Hvað heitir hesturinn? Hún heitir Mirra. Mirra? Fallið nafn. Já. Og, en hvers dóttir er þú? Jónas. Sandra, Jónasdóttir. Þú átt 2 miða og sækir bara upp í Skaftalíð. Þú og Mirra. Já. Takk æðislega fyrir það. Tekur hestin bara með þér í bíó. Já, minnsta máli. Það máttur að elska þessa mynd. Já, þetta er hestamynd. Mynd fyrir hesta, ekki hesta. Já, en ertu að kvísla hestinum og svona eins og Robert Redford í Horse Whisperer? Hún er svolítið villingur ennþá, þannig að virkar ekki alveg ennþá. Er hún með úlingaveikina? Já, algjörlega. Getur ekki farið svona og klappa henn og fara svona upp að eyrun og segja hættu þessu stælum? Nei, það kemur allt saman. Það kemur, ok. Þið óskuðum bara allsins besta með Mirru og við sjáumst í bíó. Takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Takk. Förum hér í örstutt skilaboð og svo er það lagi á leiðinni heim og fleira. Konuvika FM 957. Jæja herramenn, nú
Nú þarf að setja konundar í fyrsta sæti. Því sunnudaginn 24. febrúar er konudagurinn. FM 957 hefur lagst í rannsóknarvinnu fyrir ykkur og nánast útbúið þína fullkomnu konudagsgjöf. Konan þín á eftir að svífa á bleiku skýi næstu vikurnar ef þú gefur henni pakka sem inniheldur gjafakort fyrir 2 í baðstofuna Laugar Spa, út að borða á sjávargrillið fyrir 2, undirföt frá Ég og þú Laugavegi 30A, sóð í snirtuvörupakka frá OM og auðvitað konfektkassa frá Nova Sirius. Komdu inn á fm957.is og skráðu þig. Við höfum samband við nokkra heppna vinningshafa í vikunni. Fylgstu með fyrir elskuna þína á FM 957. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Ef þú ert með bláa kortið, átt þú möguleika á að vera einn af 100 heppnum sem hljóta 2 miða á útgáfutónleika Friðriks Dórs, Vélrætt, á Factory 22. febrúar næstkomandi. Kíktu á Facebook síðu Hringtorgs og segðu okkur frá uppáhaldslæginu þínu með Friðriki Dór. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjur það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion Banka. Taktu með eða borðaðu á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. 957. Gott af M&M. Ég get ekki verið sammálaður því að þetta er að mínum mati besti rappari heims, Bjössi. Hvað er þú að leiða M&M með það? Það var að mála mig sem einhvern M&M hater. Nei, þú sagðir, þú væri eiginlega að fá leiðan. Pingu. Pingu, en við erum konum með góðan gest hér í stúdíói við Bjössi. Hún heitir Sigga Lund og er nú ekki þessu stúdíói fyrsta sinn. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hér varst þú alla mótna í nokkur árið, ekki? Já. 5 eða 6. 5 eða 6 ár. Er þetta eins og að koma heim? Já, það er það alltaf, einhvern veginn. Eða færið svona hroll eitthvað og hefur búin að vera ómikið hérna? Nei, alls ekki. Og ég satt hér og hérna, ég veit ekki. Já, alveg 5 eða 6 ár. Mér finnst að við hafa bara verið hérna í gær, sko. Já, þetta er fljótt að líða. Þetta er fljótt að líða. Hvernig hefur Sigga það? Þú farið mikið í fjölmunum upp á Siggastið. Bara að sjá myndir þar sem að þú liggur bara svona. Svolítið nakinn og svona. Já, bara berðustuð. Heyrðu, já, það er náttúrulega bara út af því að við fengið bara rosalega góð viðbrögð. Já. Við sem sagt erum búin að vera á siggaland.is að undirbúa á samt heilsustöðinni og körfi.is þetta námskeið, örunámskeið sem heitir sjálfstraust og líkamsþyngd. Já. Og síðan mín, siggaland.is, hún hefur alltaf verið hugsuð fyrir að gera íventa. Já. Þess að viðskiptaplanið okkar var íventar og auglýsingasala að sjálfsögðu. Og þetta er okkar fyrsti ívent. Og hann fjallar um það að finna sáttina svolítið í eigin líkama. Já, og þetta er, þú ert með námskeið, ekki? Jú, annað kvöld í salnum í Kópavogi. Já, menn hvernig, svo ég spyr ég bara reyndu, hvernig er þetta námskeið? Ertu að lýsa þínu eigin lífi eða ertu að... Pínu lítið. Já. Vitið það, strákar, og ég get talað mitt í dag vegna þess að sko, ég er að verða 43 ári í sumar. Já, lítur vel út. Takk fyrir það. Ég hef alla mína ævi frá því ég var lítil verið að miða mig við einhverja staðalímynd. Já, svona einhver módel og... Já, ég hef haft einhver svona hugmyndum hérna, sem er alltaf hérna við hliðin á mér. Já. Ef ég eigi að vera tágrönn, já, eins og módelin bara. Fullkomlega klætt, flott máluð, alltaf með hári perfect. Æ, þið vitið. Bara þessi staðalímynd sem við öll þekkjum. Ég meina, kallmenn eru líka með staðalímynd sem þeir keppast við. Já. Og þetta hefur verið minn svona dragbítur í lífinu og svolítið hef ég stimplað mig svona út úr leik oft og tíðum út af þessu og ég tala nú ekki fullt af íventum því ég var á FM. Ég hugsa að ég get ekki farið í þessu feit, skilur. Þannig að ég hef verið með auka kíló, grænt mig, fitnað aftur, grænt mig, fitnað aftur og alltaf verið í þessu stöðu og niðurbróti í lífinu mínu út af því ég er aldrei þessi fullkomna manneskja sem ég held ég að vera. Já. Og svo núna, þegar ég, í október eða eitthvað, þá sem sagt er ég að skipuleggja enn eitt átækið þar sem ég ætlaði nú heldur betur að ná takmarkinu þetta sinn og eitthvað í mér sagði af hverju ætti þetta að takast núna? Þú veist. Já, þetta er bara nýlegt sem að... Ég bara fór að vinna í þessu á síðast ári, bara að vinna í sjálfur mér. Já. Og ég hugsaði með mér, hvernig væri nú kannski að leita að sinna við og fara að finna þessa sátt í líkamann, eða sátt bara við mig því að ég hef aldrei verið sátt við mig ég hef alltaf verið að stempla mig leik því að ég er ekki svona mjó eða flott eða grönn eða whatever þess að ég hef ekki náð að vera þessi staðalímynd sem að mér finnst ég ætti að vera
og ég fór að leita inn á við og fann mína sátt og ég ennþá á þessari vegferð á þessu ferli að finna sáttin og svona. En ég fann að finna svo mikla breyting á lífi mínu að ég get ekki útskýrt hvaða mikið frelsi að losna undan þessum viðbjóði sem heitir þessi harðstjóri sem þú veist stöðugt að segja mig á hverjum degi hvað þú ert feit og ljót og ömuleg og akkur tekst þér ekki að granna þig, akkur getur ekki bara náðu þessu þið viti. Þannig að ég hugsaði að þetta verður akkurat fyrsti ívendin sem við á sigurlund.is höldum. Hóa saman þessu fólki sem skilur hvað ég er að tala sem eru svo margir strákar vegna þess að ég get ekki útskýrt að ég er búin að fá svo mikið af engapósti. En þetta er bæði fyrir stráka og stelpur, ekki? Já, bara fyrir alla, þetta er óháð líkamsþyngd, þetta er ekki bara fyrir fólki yfirþyngd eða auka kílói eða þá sem eru á grann, það er bara alla sem vilja finna þess að sátt. Það eru fullt af fólki sem er grannt sem er ógeðslega ósátt við líkamanninn. Ógeðslega ósátt við líf sitt. En skráið fólk segja, hvernig virkar það? Það er miðasalinn á miði.is og sem sagt allar upplýsingar námskeið er inn á sigurlund.is þar sem að kemur fram hverju er að kenna og hvað við tökum fyrir og framvegis og framvegis. Það eru fleiri en þú sem ert að tala það? Já, að sjálfsögðu. Nei, ég held að þetta væri bara svona eitthvað Dale Carnegie, þú eitthvað að ræða máli. Nei, ég nefnilega, ég fekk heilsustöðina í samstarfi við mig sem er sem sagt sálfræði og ráðgjafa þjónusta og 2 aðrar stelpur, önnur Dale Carnegie þjálfari sem kennir mikið sjálfstraust og slíkt og svo fekk ég 3 sálfræðinga frá heilsustöðin sem öllu jöfnu kenna margra vikna námskeið þetta sem sagt sjálfstraust og líkamsþyngd. Þannig að við erum búin að zooma þetta niður í svona örnámskeið þar sem við viljum bara að færa fólki bara djúsin úr þessu. Við veitum að þetta breytist ekki inn í kvöldstund en við færum allan að verkfæri til að byrja sína vinnu því að þetta er svo mikilvægt og líka bara ef ég má bæta við að þú veist, ég hef oft verið spurðað því, þú veist, ertu þó ekki bara breytika öfgarnir í hináttina að fólki bara sætti sig við að vera bara ógeðslega feitt og borða hambúrgara og eitthvað svoleiðis. Þetta fjallar ekki það. Nei. Þetta fjallar bara heilbrigt líf á líkama og sál og ég segi fyrir mitt leyti að þegar ég er búin að vera að vinna svona í mér og finna sáttina, nú finn ég virkilega löngun að fara að breyta mataræðinu. Þú veist, mér langar út af því maður er fann að... En eins og bara ef við spyrjum eins og mataræði þetta í dag, það skellulegt eða? Það er ekkert upp á marga fiska. Nei. Það hefur ekki verið. Ég hef alltaf verið í öfgunum í báðar áttir. Ég var annarkvort verið bara í ræktinni 10 sinnum í viku. Ég geta bara kálu eitthvað. Og ég geta bara safa og prótein og kál og eitthvað. Eða þá að ég gefst upp og er bara algjörlega í hinum öfgunum. Og ég var með spurt, hefur einhvern tímann áttið á þig hver þín rétta líkamstæða er eða þín náttúrulega líkami? Ég veit það ekki. Ég hef alltaf verið í öfgunum í báða áttir. Þannig það er svona þægilega millivega á þessu. Nú er bara þessi vinna að finna, þú veist, sitt, það er ekkert fyrir alla að æfa í líkamsrækt og lyfta oft í viku. Fyrir suma er bara út að labba málið, þú veist, það er bara að finna sinn takt, það sem maður fílar, þannig að maður sé ekki að pína líkamann og eins og ég segi, en að finna þessar sáttstrákar er svo nauðsynlegt vegna þess eins og ég segi, að þá ertu strax komin með grundvöllin til þess að fara að vinna í einhverju málum. Nákvæmlega, og ég hugsa að þessu bæði strákar og stelpur að núti sem er að hlusta sem að vita alveg hvað orðið að tala sko. Vegna þess að núna, þegar ég er farin að huga þessa mataræðinu, þá er það út frá svo réttum forsendum. Nú langar mér í heilbrigða líf. Það er ekki þessi helstjóri bara, þú verður að éta þetta, þú verður að éta þetta, þú verður bara að leggja, þú verður bara að vera grönn, þú verður bara að fylla þessi staðlífin, þú verður. Heldur vilt það? Ég vil það. En svona fyrir utan þetta, er ekki allt í besta bara? Allt í besta, það fyrir hver að vera síðast, þú er að sækja sér miða. Þannig að ég hvet allar til að kíkja inn á bæði sigurlund.is eða miði.is, það skiptir ekki máli, það fýll linkur inn á síðunum minni yfir á miði.is. Ok, glæslega, maður gera þekka því. En við erum annað kvöld, það verður kaffi og konfekt og næsett í hlénu og allir fara heim ekki ápoka. Þannig að þú veist, og það er mjög ódýrt inn, ég hafa þetta eins ódýrt og ég gat því að ég vil að sem flesti geta komið. Ég veit að það er svolítið þunnur 13. í verskjum landsmanni í februar og svona þegar líða fyrir á mánuðin, þannig að það er ekki nema 3 og 5 og ég bara hvet konur og menn til þess að hefja bara nýjan kapli í lífi sinu að bara vinna í þessum málum. Þetta er algjört möst. Sigurlund.is eða miði.is og bara við hvetjum alla til að fara að inn. Þetta er annað kvöld og að gera að tryggja sem miða og virkilega mikilvægt málefni. Ég þakka bara kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að leiða mér að koma. Bara þú ert alltaf velkomin hingað. Hvena sem er. Það vantar ég með þess að ég þarf að fá þess að gestastjórnum. Endilega, ég hlusta mikið á þig. Takk fyrir það. Þetta er alltaf bara einu sem þóra að koma. Það eru Helga Braga, Anna Svava og Þórunn Antonía. Ég skal mæta. Ég þarf fleiri stúlkur. Hvet allar til þess að fara inn á síðun hennar að tjekka á þessu. Við ætlum að fá hér smá Frank Ocean. Hvernig líst ykkur á það?
Suzuki á Íslandi kynna einstakan bíó-viðburð Nitro Circus 3D The Movie. Aðeins ein sýning, 5. 28. febrúar á einni rosalegustu kvikmynd sem gerð hefur verið. Brjáluðu adrenalínfíklarnir í Nitro Circus hópnum tvinna saman jaðarsporti og skemmtun á verulega eftirminnilegan hátt. Fáránlega hættuleg áhættuatriði sem eiga sér engan líka. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Nitro Circus 3D The Movie. Aðeins einu sinni, 28. febrúar í Smárabíói. Smárabíó og Suzuki á Íslandi. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Húðflúraði flóðhest, hvað er gaman hjá okkur Bjössa hérna á mánudegi. Það er, nú ekki mikill mánudagur í okkur. Við erum helfeskir hér strákanir. Þakkum Sigurlund aftur í kjallaði fyrir komuna. Já. Og minnum á síðun hennar sigurlund.is fyrir ykkur sem viljið kíkja á þetta námskeið. En varstu búin að heyra hérna með systurinnar? Systir Sigurlund? Já. Nei, hvað? Hún heitir svo skrýtnu nafni. Nú? Lamba. Lambalund? Æ, hvað er þetta ónd maður? Ég er að djóka. Það var sant, það er finn nafn, Lamba. En ég ætla að fara hérna í smá svona, þetta er ekkert rosalega spennandi leikur, ég viðurkenna það. En það er bara sumtirna sem komið pínu óvart. Ég ætla að aðtúa, þú ert fluggáfaði maður. Ég er rosalega gáður. Þú erum ekki getur betur. Það vita það ekki allir. Já, það vita allir. Ég er búin að tyggja á því hérna. Já, ég er að djóka. Þú ert alltaf að segja þetta. Ég er bara meðalgáður. Nei, mér finnst alveg, þú vannst getur betur. Þá hlýtur að vera mjög gáður. Með svindli. Já, ok, hlauti að vera. En ekki það, þetta tengist kannski ekki, þetta er ekki spurningar sem kæmi getur betur. Jó. En það eru hérna nokkri sem eiga afmæli í dag. Já. Og ég ætla að sjá hvað þú góður að giska hvað þú heldur að séu gömul. Skemmtilegt. Ég fíla það. Frábær leikur. Það er góður leikur. Já, en það er náttúrulega sumtirna sem kom mér á óvart. Ok. Byrjum bara á einu hérna sem er, já, hann er nú alveg vel frægur og á nokkur lög á þessari stöð. Í uppáldi af mér. Hvað heldur að rapparinn Dr. Dre sé gamall í dag? Og þið hlustundur úti, nú getur þið skotið, þið sitið í bílum. Dr. Dre. Já, og ættir að giska, hvað heldur hann sé gamall? Sko. Hann á afmæli í dag. Hann er náttúrulega, sko, hann er vinsæll bara 80 eitthvað, sko. Þannig að þá hefur hann allavega verið komin yfir 20. Ég ætla að segja hann sé 51. Nei, hann er 48 ára. Ég ætla að segja 49 fyrst. Já, þú varst tæpur. En ég var mjög nálægt. Matt Dillon, stórkostluleikari, leikir í bíómyndum eins og Crash, There's Something About Mary og fleirum. Já. Hvað heldur hann sé gamall í dag? Ég held að hann sé líka 48 ára. Hann er 49 ára. En ég var nálægt því. Þú er samt ekki. Nú kemur, það eru 2 Samt ekki? Nei, þú veist. Þegar ég sagði 48 og hann er 49, hvernig gat ég verið nærið því án þess að vera með rétt? Reynda, þú setur þetta svona upp. Þetta er það sem ég er að meina, þú ert svo gáðar. Fórst illa með mig þarna. Já, þarna voru illa með þig. Hvað heldurðu að vinur okkar sem að hefur leikið í bíómyndum eins og Pulp Fiction og fleiri, John Travolta, hvað heldur hann sé gamall? Hann er hundgamall maður. Hann á afmæli í dag. Væntanlega farið í eitthvað gott karlkynsnudd í tilefni dagsins. Já, nákvæmlega. Og hvað heldurðu að, já, þessi stórkostleikarinn? Hann er 57 ára. Hann er 59 ára í dag. Ó, já. Þú varst ekki, þú er actually, þú leggur metnað þetta, ég ránaði með það. Ég er mjög nálægt. Já, svo er það síðasta, hvað heldurðu að vinkun okkar Yoko Ono sé gömul í dag? Herði. Ef þú nær þessu, öll klukkan er slepptu, þá býðir þér út að borða. Í alvörunni? Já. Ok, býta þess. Og ég fæ með þig á eitthvað alvöru stað. Bara á grillmarkaðin eða sushi sambað eitthvað. Ok, ég held að hún sé. Ekki googlaða neitt. Nei. Ég held að hún sé. Það kom hérna blóvart. Ég ætla að gefa smá vísbendingu. Já, býtu, ég er að koma. Já. Ég held að hún sé hérna áttræð í dag. Þú ert að skoða eitthvað. Horfðu á mig. Ég er ekki með neitt. Hvernig kannst þú giska á það? Af því að ég veit að hún er 7 árum eldri en John Lennon og John Lennon er fættur 1940. Þetta var vel gert hjá þér maður. Skeiti á mig. Hún er 80 ára gömul í dag. Þú skulda mér út að borða. Það er rétt, ég skulda þér út að borða. Þetta var hinn frábæri leikur. Hvað eru þau gömul? Veit ekki hvort þetta verði alla mánudag, en... Jú, þetta er gott. Veistu hvað lag þetta spila núna? Mirrors. Er þetta ekki flottar en Suit and Tie lagið? Mér finnst þetta miklu flottar en mér þess að. Ég hafði pínu áhyggjur þegar Suit and Tie kom. Jú, mér fannst það alveg flott en mér fannst ekki, þetta er svona meira ekta JT. Já. Lagið Mirrors og komið í spilun hér á FM 957. Það styttist í lagi á leiðinni heim.
og ég með fínast laghandík og það kæru hlustendur. Við Bjössi þurfum að hætta hérna aðeins fyrr, þannig að ég geti verið að finna eitthvað langt og gott lag. Ég enda með eitt í huga sem mjög gott. Það eitthvað bara svona 10 mínútna lag? Nei, alls ekki. En ég ætla að henda þér hérna, þú varst nú ritstjóri einu sinni á Monitor. Já. Ég ætla að taka hérna í það sem ég kalla Monitor dagsins. Ok. Og spyrja þig. Það liður? Já, ég tók þetta daginn á Hjöppa. Hvað gerist í Monitor dagsins? Það bara hérna, spurningarna sem eru hér. Ég spyr þig að þeim, eins og þú sért í blaðinu hjá mér. Ok, þú nennir ekki að finna spurningar sjálfur. Nei, ok. Hvað mynd getur hort á aftur og aftur? Myndina Dazed and Confused. Í alvörinni? Já. Er það myndið sem horfur aftur og aftur? Það fyrsta sem kom í hugan. Ok. Já, hún svo mikið feel-good. Já, en samt. Já, ok. Nei, byrju hvað? Nei, ég held að þú myndi segja Cable Guy eða Dumb and Dumber eða eitthvað svona alvöru. Dumb and Dumber er fín mynd. Ok, hvað mynd hefur þú grátið yfir? Ég hef hérna, sko, ég táraðist yfir Brokeback Mountain. Alvörinni? Já. Af öfund? Nei, hvað, táraðist yfir hann, já. Í lokin, maður. Já, ég veit það. Shit. Ég fór með Jóhann Alfreð í bíó og við grétum saman. Já, þetta var góð mynd. Já. Hvaða mynd grenjar úr hlátri yfir? Það er ekki eina myndi sem ég gráti yfir. Nú, hver er hinn? Nei, ég græt samt ekki. Nei, ég veit að tárast, já, maður verður svona meir. Ég held ég hef aldrei grátið á hlátri. Aldrei? Nei, það bara kom ekki tár þegar ég hlæ. Ok. En hvað eru fleiri myndir sem þú grátið heldur Brokeback Mountain? Fórstu að táraðist yfir Titanic? Nei, ég man ekki alveg, þú veist, það er einhver svona myndir í gamla daga sem La Bamba? Já, ég man það ekki alveg, sorry. Ok, en þú er aldrei grenjað á hlátri? Nei. Hver var uppáhaldsmyndiðin í æsku? Fyrsta sem ég man eftir var Cool Runnings, ég elskaði hana. Ég var bara 9 ára, skilur, með að stóðum geggja skemmtleg. Það varstu bara 9 ára þegar Cool Runnings kom? Já, ég var ekki 30 sem þú. Ég var á nullingu þegar Cool Runnings var, sko. Ég var ekki 9 ára, ég var ekki 10 little baby eins og þú, sko. Nei, þú veist, það eru náttúrulega marga myndir sem að, þú veist, ég var rosalega Herbie-kall. Það er náttúrulega gamalt fyrir þig, Herbie Fully Loaded? Nei, hvað er þetta eitthvað rugglaður? Hún kom út daginn, sko. Ég er að tala Herbie bara sem krakki. Ég hérna... Orður aldrei á Herbie? Nei. Ertu of ungu fyrir Herbie? Ég man bara eftir Herbie með Lindsay Lohan. Já, þá varst þú náttúrulega 6 ára, þegar ekki? Þegar hún kom. 2005. Og ég er 13 í dag. Já, ok, hvernig er þetta munið til Herbie, mann? Þú ert svo ungur. Bjallan. Já, Bjallan, nr. 53. Það var svona upp að, hvað myndið þín í æsku það eru? Cool Runnings, það er líka mjög gott svar. Hvað sagði það er? Það er líka mjög gott svar, það er góð mynd, já. Mjög góð, sannsögulega. Já, það var alveg fleiri myndir, skilu, þetta er bara svona fyrsta sem ég myndi eftir. Já, hver er versta mynd sem þú sé? Sko, ég fór á mynd einu sinni, mér fannst svo leiðilega og brjálaður, sko. Það var hérna, ég man ekki hvað neytir. Sorry. Manst ekki hvað neytir. Versta mynd sem ég sé var, Stepmom, með Susan Sarandon og Julia Roberts. Já. Hún var alveg, það er öruglega ágætis mynd, hún var bara ekki að hitta í marka mér. Það var eitthvað skrítnasta atriði sem ég sé, svona eitt langdragnasta atriði sem ég sé. Hún sko, Susan Sarandon er með krabbaminn í myndinni. Já. Og er að útskýra það fyrir dóttir sinni. Já. Hún sé veik. Og það er alveg 7 mínútna atriði. Já. Svo fer stúlkan hennar fram og strákurinn hennar kemur inn og það er sama ræða aftur í 7 mínútur. Ó, hvað er skrítið. Já, og bæði sýnt í bíómyndinni. Ég var ára að geða ykkur hann, sko. Það ljómar ekki vel, hérna, myndin sem ég var að hugsa hún heitir The Good Shepherd. Já. Hún var með, hérna, Angelina Jolie og Matt Damon og einhverjum, sko. Já, ég man eftir þessu. Ég bara, í alvörunni, ég var að deyja úr leiðindum. Já, það var ekki góð. Þetta var kvikmyndahotn hér í FM 95 blöð. Fáum smá P. Diddy. Svo er það lagi á leiðinni heim. Þetta er nú, jafnvel meira að þetta geta alveg verið lagi á leiðinni heim. Þetta er kósi og þægilegt. Fyrir ykkur sem misti að þættinum í dag, þá fer hann inn á Vísi hér eftir örskama stund. Rikki er í nýjum ból. Já, Rikki er með þessi mjög flottum ból. Þetta er cross-hats-bólun hans, hann er græn og ég veit fyrir víst að konan hans valdi hennar ból handan. Það stendur turn on og hvað meira? Og drop out. Og drop out og svo er einhver gugga aftan á. Já, Rikki veit alveg hvað hann að gera. Já, þetta er græn bólur. Rikki tók sig í gegn eftir að hann valið mest klætt í Íslendingun. Já, ekki alveg strax samt. Nei, en svona hægt og rólega hefur hann núna verið að bæta sig rosalega. Hann var áfram að mæti einhverjum, þú veist, varabúning Manchester við lakkskó og eitthvað svona. Já, og einhver svona sporthúsból og... Já, og lakkskó, það er alveg skelvilegt að vera í sko joggingalla og lakkskóm. Já. Það er fátt ljósara. Það var skrítin kombo hjá honum. Já. Golfbuxur og svo bara æfingabólur við og eitthvað svona. Hann held að hann væri að taka sjensa en hann var eiginlega bara að vera að setja skammar. Já. Ljótt að segja. Ég meir þess að það er fullt af fólki sem að labbar upp á mér í dag og segja að það er mikið ofbóðslega Rikki búin að taka sá í fötunum.
Já, nákvæmlega. Þannig að það gaman að því. En ég meina Rikka til varnar, þá má segja að you miss 100% of the shots you don't take og hann var að taka þarna ákveðin skot en þau bara geigu það. Geigu, því miður. Því miður, en hann búinn að taka sá. Já, og verður hér til 9 kvöld í flotta bólunum sínum. Má ég sjá buxurnar, hvernig buxur er þetta? Það eru bara splungun í að díselgalabuxur. Það er ekki hana. Já, er þetta 17? Má ég sjá skóna? Má ég sjá, lyftu skónum. Já, svo í hvítum tennisokkum, Riki. Þú ert betri en þetta, þú veist það. Það er nú æfingu kvöld, slaka á. Já, en þú veist, heimurinn veit ekkert hvert þú ert að fara á eftir. Ég er ekki heitast í piparsveit landsins eins og þið, sko. Það komið að lokum, við þökkum kærlega fyrir, já, ert þú piparsveit, Björsið? Nei, harðgiftur. Það komið að lokum, við þökkum fyrir hlustunum í dag, við verðum eftir hér á morgun, ég og Sveppi, takkið vel á móti Rikka G, sem er einmitt í mjög flottum fötum. Við vorum samt að grínast, Rikki er mjög fallegur og þetta var allt jók. Já, Rikki er aðeinslur, við ætlum að enda hér á læginu á leiðinni heim, en nú ert þú svo rosalega ungur, að ég er ekkert viss að þú kannist við þetta, en þetta er fyrir, já, mig og fleiri það núti sem muna potið þetta þessu lagi. Leikur í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Arsenal tekur á móti þýska stórveldinu Bayern München. Núna er allt lagt undir. Arsenal Bayern München, þriðjudag klukkan 19:30. Þorsteinn Jóð og gestir eru á sínum stað á undan og eftir leikunum. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Ferskleiki fyrir þá sem þora. Þorir þú? Veldu Stimul tyggjó. Nú í pokum. Túborg kynnir Rockquiz í kvöld á English Pub Austurstræti. Tilboð á Túborg og brjáluð stemning. Léttöl. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er blátt hrísskúlu Nissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tónlistarstöðin. Do you think about when you're all alone? The things we used to do.